Líka tekið eftir að það eru sko margir sem eru bara samfélagsmiðlum sem eru bara að horfa á samtíma í sjónvarpinu og eru heitum umræðum þar, alls konar málefni og menn og hitt og þetta. Þannig að við ætlum að líka koma sem sagt bara góðri biblíukennslu áfram á samfélagsmiðlum og á netinu og getum bara tekið umræðana þar. Og fólk er með spurningar, getur bara verið í bílnum að hlusta eða heima á sér og bara sendt inn spurningar eða kommenta eða eitthvað. Já, það verður að vera með bindi eða þú veist, ekki vera með þessi gleraugu. En svoleiðis kannski sem koma biblíunni ekki beint yfir kannski öðrum kategórium. Já, en hér er gleraugaskylda. Já. Nema þú ert kona. Sko, það fyrir allir að lesa orðið með okkar gleraugun. Sko. Já. Við sjáum orðið rétt í ljósið með gleraugunum og svo ef við tökum það af þá er allt í móðu og engin opinberun í gangi. Sko. Þessi gleraugu fást í Optical Studio. Nei. Það þarf að tjóta. Kynning. Lesgleraugun, já. Lesgleraugun, já. Já, en það skiptir svo miklu máli hvernig gleraugu maður er með ef maður lesir biblíuna. Ef maður er að lesa þetta út frá réttu ljósi. Já, einhverjum einu hugmyndum að maður vill fá fyrir niðurstöður. Já. Eða maður er bara með opinn huga og vill bara einhvern veginn lesa orðið og skilja orðið eins og það er skrifað, þú veist, í upphafi til lesandans sem að tekur við í upphafi. Já. Ég held að biblían getur aldrei þýtt neitt í dag sem að hún þýddi ekki þegar höfundurinn var að skrifa texta. Einmitt. Já, það er svona grunnhugmyndin.